Hugsið ykkur, hvað ef það leyndist í sumum af elstu textum heimsins ákveðin rökfræði, eins sem snýr öllu sem við teljum vera skynsamlegt algerlega á hvolf. Og þetta engin tilviljun. Þetta eins og rauður þráður sem vefst í gegnum aldirnar. Í dag ætlum við að skoða þessa undarlegu öfugsnúnu visku. Visku hinna auðmjúku. Og hérna sjáum við þetta svart á hvítu. Annars vegar höfum við það sem heimurinn kallar visku, að sækjast eftir valdi, auði, að vera stoltur, og hins vegar það sem þessir textar kalla visku Guðs, veikleiki, fátækt, auðmjúkt. Þetta gengur náttúrulega þvert á allt sem okkur hefur verið kennt, það ekki? Og það einmitt þessi spenna sem svo áhugaverð. Allt í lagi, höldum dýpra. Til að skilja hvernig þessi átök líta út í raun og veru, skulum við farðast aftur í tíman. Aftur til augnablits þar sem örlög heilar þjóðar voru í húfi og valið stóð á milli þessara tveggja heimsmynda. Sko, við erum stödd í Jerúsalem á 7. öld fyrir Krist. Ungur konungur, Jósía, nýkominn til valda og við dyrnar bankar risavaxið heimsveldi, Assýría. Staðan grafalvarleg. Framtíð þjóðarinnar hangir, á bláþræði. Jósía konungur stendur því á algjörum krossgötum. Annar kosturinn rökréttur, pólitískur, beygja sig fyrir Assýríu, gerast bandamaður og bjarga þannig þjóðinni frá tortímingu. Hinn kosturinn sá sem spámaðurinn Sefanía talar fyrir, að hafna bandalaginu og treysta þessi stað alfarið á Guð. Hér rekast á tveir heimar, heimur raunpólitíkurinnar og heimur róttækrar trúar. En Sefanía gengur lengra. Hann segir nefnilega að við miðjum þessum yfirvofandi hörmungum muni Guð bjarga ákveðnum hópi fólks. Og það alls ekki sá hópur sem myndi halda. Þessi hópur kallaður Anavim. Hebresk orð sem þýðir bókstaflega hinir beygðu, hinir kúuðu. Þetta sem sagt hinir auðmjúku. Þeir sem skilja smæð sína. Og það áhugavert að orðið auðmjúkt skylt latinska orðinu humus sem þýðir jörð mold. Þetta eru þeir sem setja allt sitt traust á Guð, ekki á valdabandalög konung. Sefanía kallar þennan hóp leifar Ísraels og hugmyndin þessi, Guð byggir ekki framtíðina á hinum sterku og voldugum, heldur á pínulitlum, trúfestum hópi sem lifur af. Þessi litli, nánast ósýnilegi hópur sem valinn til að bera erindið áfram. Og þessi hugmyndum leifarnar, hún hverfur ekkert. Spólum fram nokkrar aldir. Þá sjáum við nákvæmlega sama öfugsnúna mynstur birtast aftur, en núna í allt öðru samhengi, í bréfum Páls póstula til lítilsafnaðar í grísku borginni Korintu. Páll ekki að skrifa til fínasta fólksins, ekki til hinna vitru, hinna voldugu eða aðalspornu. Þvert á móti. Söfnuðurinn í Korintu var bara samansafna af venjulegu fólki, mörgum sem voru valdalausir og jafnvel fyrirlitnir í augum heimsins. Og þá kemur þessi magnaða fullyrðing frá Páli. Hann segir þetta: Guð velur viljandi það sem heimurinn kallar heimsku, til þess eins að afhjúpa hversu innantóm viska heimsins í raun og veru. Þetta ekkert minna en árás á hefðbundið gildismat. Páll brýtur þetta niður í 3 skref. Guð nota það sem talið heimska. Guð nota það sem veitt og Guð nota það sem fyrirleitið. Og tilgangurinn að kollvarpa gildismati heimsins. Þetta sem sagt ekki tilviljun, þetta meðvituð aðferð. Aðferð til að sýna að mannlegur hroki einskis virði. En þetta þýðir samt ekki að viska Guð sé órökrétt. Hún fylgir bara allt annarri rökfræði kærleikans. Og við vitum það, kærleikurinn fylgir oft sínum eigin lögmálum, langt handan við þröngan ramma mannlegra skynsemi. Þetta sú tegund að heimsku sem reynist vera vitrari en öll viskamanna. Og þessi guðlega rökfræði, hún svo algjörum hápunkti í sælubóðunum. Það eiginlega ekki að líta á þessum eins konar stjórnarskrá eða stefnu yfirlýsingu fyrir ríki sem byggir á nákvæmlega þessum öfugsnúnu gildum. Strax í fyrsta sælubóðinu við komin beint aftur til Anavim, hinna beygðu hjá Sefanía. Því fátækir í anda einmitt þeir sem trýst ekki á eigin mátt, heldur vita að þeir þurfa á Guði að halda. Sjáum við þráðinn, hann óslitinn. Og þetta heldur áfram. Í heimi sem heltekinn af árásagirni og metnaði það hinum hóværu sem lofað arfleifð. Aftur sjáum við gildi sem í hrópandi anstöðu við rökfræði valdsins. En gerum engin mistök. Þetta snýst ekki aðgerðaleysi. Að vera friðflytjandi
að vinna ötulega og markvista því að byggja upp þessa nýju veröld. Það krefst nefnilega alvöru styrks, en það styrkur sem sprettur upp úr auðmjúkt, ekki yfirgangi. Og þetta gríðarlega mikilvægt atriði. Sælubóðin eru ekki einhvers konar lofgjörð til þjáningarinnar. Þetta ekki hvatning til að leita eftir eymd og volæði. Þetta frekar vegvísir. Vegvísir sem sýnir hvaða viðhorf og hvaða gildi opna dyrratnar að hinu guðlega. Páll póstuli dregur svo alla þessa hugsun saman þegar hann vitnar í gamlan spámann Jeremía. Kjarnin þessi. Raunveruleg viska felst í því að hætta að hrósa sér af eigin ágæti, eigin styrk, eigin visku og færa stoltið yfir á eitthvað sem stærra en maður sjálfur. Og þessi aldagamla rökfræði skilur eftir sig spurningu sem jafn álitin í dag og hún var þá. Á hverju byggist stolt og verðmæta mata fólks? Það á visku heimsins, á valdi, áhrifum og árangri, eða það á þessari öfugsnúnu en kannski dýpri visku hinna auðmjúku?